Komið sæl og verið velkomin. Það oft sagt að vika sé löng í pólitík og það hefur svo sannarlega sannað sig á þessum dögum sem að nú hafa gengið frá því á sunnudag. Það ekki nema síðan þá sem að umdeildur, eða ekki umdeildur, áhrifaríkur þáttur í Kastljósi var sýndur og allt fór á stað sem að endaði með því að nýr forsætisráðherra tók við embætti í dag. Bjarni, velkomin til okkar í Ísland í dag. Takk fyrir. Ég að segja að þetta virkar eins og þetta sé miklu lengri tími, þetta nú bara síðan á sunnudag, en það viðtali sem var tekið við Sigmund Davíð, fyrrverandi forsætisráðherra, var tekið 11. mars. Hvenær vissir þú af þessum málum? Greindi hann þér frá þessum málum? Við áttum samskipti fyrir útgáfu þáttsins, þar sem að mér var ljóst að hann hafi farið í viðtal vegna þess. Og löngu? Nei, það er auðvitað ekki löngu áður. Nei. En ég vissi af því að þessi mál myndi koma til umræðu. Hvernig sló þetta þið fyrst þegar hann segið frá þessu? Ég áttaði mig nú ekki alveg á því hvað málið snerist, segir alveg svo. Við fórum nú ekki út í nein smáatriði því. Nei. En nú hefur þetta leitt til þess að forsætisráðherra hefur sagt að sér ráðherraembætti, fyrsta skiptið í stjórnmálasögu Íslands. Hvenær gerður þér grein fyrir því að málið væri svona alvarlegt? Í raun og veru held ég að flestir hafi gert sér grein fyrir því ekki seinna heldur en á sunnudagskvöldið að þetta gæti valdið miklum straumhvörfum og það enda kom í ljós strax næsta dag þegar að öll fjölmiðlaumræðan byrjar og maður sjálfur svona að reyna að melta hver meginskilaboðin í sem sagt úr þættinum og úr þessum skjölum eru, umfangið, mögulegir hagsmunaárekstrar og svo framvegis og alþjóðlega athyglin. Oft það þannig að svona fyrstu viðbrögð við svona hlutum eru ákveðið áfall og þess vegna vildi maður reyna að svona horfast í augu við það að maður svona má kannski ekki koma strax að niðurstöðum það hvað gera bera eða hvað ber að gera þegar að maður svona rétt ennþá að melta hlutina en svo var mér nú ljóst mjög snemma og ég sagði það við Sigmund eins og hefur nú komið fram opinberlega. Hittir hann í fyrradagsmorgun, er það þá sem að? Já, ég hef nú sagt frá því opinberlega að ég hafði þá tilfinningunni frá upphafi og hún fylgdi mér þarna milli daga að þetta myndi kalla á aðgerðir, breytingar, viðbrögð. Já, nú skrifar hann þessa færslu á Facebook síðu sína áður en hann fer og heimsækir forsetann á Bessastöðum. Var honum heitt í hamsi þegar þú skildi við hann á fundi á heimili hans í Garðabæ? Nei, við áttum mjög rólegan fund og tölum margt annað heldur en bara pólitíkina. Meira að segja ræddum lífið og tilveruna og allt mögulegt. En auðvitað fór bróðurpartur fundsins í þessi mál og þessi skoðanaskipti okkar sem að já, hann hefur greint frá á Facebook síðinu, ég hef engar athugasemdir við það efnislega. Ég skildi hann þannig að hann taldi bara tvennt koma til greina og ég kom að framfæri svona gagnstæðu sjónarmiði og síðan fór þessi atburðarás af stað. Já. Þú sagðir einmitt á Bessastöðum og man nú ekki hvernig nákvæmlega orðaði það en það mátti skilja það þannig að hann hafi dálítið ætlað að nota þetta bréf sem hann hefði fengið, ef hann hefði fengið það, til þess að þrýsta á ykkur sjálfstæðismenn að styðja hann áfram í embætti. Já, ég er auðvitað með getgátur þar. Það er ekki gott að segja nákvæmlega hvað var honum í huga en það ljóst að eftir að hann var komið bréfið útgefið þá gat hann brugðist mjög hratt við, það kann líka hafa verið það að hann vildi geta brugðist strax við. Já. En mér finnst nú aðalatrið vera það, ég kom því til skila til hans að ef það yrði niðurstaðan þá væri það ekki einhver niðurstaða sem ég óttaðist á neinn hátt. Ég var alveg tilbúin til að ganga til kosninga ef það væri mat og óhjákvæmileg afleiðing af þessum atburðum, að það þyrfti að ganga strax til kosninga. Og þá sagði ég bara við hann að það væri þá bara niðurstaðan og við myndum horfast í augu við það og ég óttaðist ekki þá niðurstöðu sjálfu sér. Þó ég teldi mögulega að það væri betri niðurstaða og það er síðan endanleg niðurstaða okkar stjórnarflokkar að skoða aðra leiðir. Það hefði auðvitað verið leið í þessu að
Já, þið hefðu einfaldlega sagt ekki bara við hann heldur við Framsóknarflokkinn að þetta væri endastöð í ykkar samstarfi og þá er allavega mjög líklegt að forseti hefði kannað hvort það væri grundvöllur fyrir því að Sjálfstæðisflokkurinn starfaði í minnihlutastjórn og hún yrði þá varin falli væntanlega af stjórnarandstöðuflokkunum í einhvern tíma. Kom þessi möguleiki aldrei til greina að þínu mati að leggja þetta beinlínis til við forseta? Nei, ég bara vinn ekki þannig. Ég vil sýna heilindi í svona samstarfi og ég var alltaf ákveðinn og það var mjög einfalt fyrir mig að svona í hjartanu að bara fylgja því prinsippi að menn gætu treyst í að ég væri til staðar í samstarfinu og meðan það varði og við myndum reyna til hins ítrasta að láta það ganga upp. Ég fékk þau skilaboð frá Framsóknarflokknum að það væri eindreginn vilji þeirra megin að halda stjórnarsamstarfinu áfram og ég fann það hjá mínum flokki að menn vildu ekki að ríkisstjórnin myndi fara frá og það skildi engan undra. Vegna þess að okkur hefur gengið mjög vel. Okkur gengið gríðarlega vel að ná þeim markmiðum sem við höfum verið að vinna að. Nú er auðvitað Framsóknarflokkurinn í sögunni svona helsti samstarfsflokkur Sjálfstæðisflokksins ef við tökum bara samstarf ríkisstjórna alveg frá upphafi. Varstu auðvitað líka kannski að hugsa þá til framtíðar að það væri nú ekki gott að ýfa Framsóknarflokkinn fyrir næstu kosningar? Nei, ég var ekki að hugsa um það. Þú ert ekki að hugsa um það? Nei, vegna þess að ef maður ætlar að hugsa um það hvað geti komið sér vel árið 2019 eða 20 eða hvenær sem er. 17? Þess vegna árið 2017, já. Þá getur maður tapað sjónum af því sem skiptir máli núna, sem eru það sem að kjósendur vilja að sé unnið fyrir þá með á þinginu núna. Tölum við einmitt vilja kjósenda. Nú hafa allavega hluti kjósenda safnast niður á Austurvöll undanfarna daga, smáhópur við Bessastaði í dag. Það er krafa í samfélaginu, við getum ekkert fullurt um það hvað hún er rík, hvort að það er meirihluti þjóðarinnar eða hvað það er, en það er allavega rík krafa um það að það er ekki strax til kosningu. Hvers vegna er það ekki góður kostur? Að verða bara við þessari kröfu? Já, það er vegna þess að það eru stjórnarflokkar á þinginu sem að hafa ríkan meirihluta og eru sammála að halda áfram. Við erum að ná miklum árangri og við erum að fara að skila enn meiri árangri í hús á næstu vikum og mánuðum. Ég tel líka að það sé mikil ábyrgð hjá þingmönnum, þingflokkunum, þinginu að standa svona aðstæður. Í sumum löndum eins og til dæmis í Noregi, þá er það bara ekkert í boði að boða til kosninga. Það er bara bannað samkvæmt stjórnarskrá, eða ekki? Það er bannað samkvæmt stjórnarskrá. Bannað samkvæmt stjórnarskrá í Noregi. En hér höfum við kosið árið 2007, 2009, 2013, nú munum við kjósa árið 2016. En frá 2007 til 2016 á einungis 10 árum 4 almennar kosningar til Alþingis. Fernar kosningar. En þið verður náttúrulega, þó þið hafið þennan ríkan meirihluta, Bjarni. Þetta verður aðeins að koma með inn vegna þess að hluti af því að vinna okkur frá því ástandi sem að skapaðist hér við hrun fjármálakerfisins er að vinna okkur í átt að meiri pólitískum stöðugleika. Við teljum að við séum að leggja mikið af mörkum sem ríkisstjórn, Framsóknarflokkurinn, Sigmundur Davíð, Sjálfstæðisflokkurinn, stytta kjörtímabilið, segja já við kröfunni að virkja lýðræðið til þess að leysa úr þessari stöðu, en það er engin ástæða. Það er engin ástæða til þess að hlaupa núna í kosningar í einhverju óðagoti. Það er bara ekki ástæða til þess. En enga síður það er allavega, hún er mjög úfin allavega, skulum við segja, stjórnarandstaðan og það er ennþá þessi mótmæli ef þau halda eitthvað áfram og stjórnarandstaðan heldur áfram að vera þeirra skoðunar sem hún er og þið í þessari stöðu, þetta vissulega eins og þú bendir á, þið eru búnir að bregðast við með því að forsætisráðherra fer og það er auðvitað stórtíðindi að forsætisráðherra fer frá völdum. Söguleg tíðindi, já. Söguleg tíðindi og aldrei gerst áður en kannski í þessu ástandi þurfið þið þá kannski að nálga stjórnarandstöðuna meira og reyna að semja þá einhver tiltekin mál að þið þýrið að gefa ykkur kannski 6 mánuði til þess að ljúka þessum mikilvæga málum sem þú hefur nefnt. En þurfið þið þá kannski ekki allir, kannski náttúrulega stjórnarandstaðan líka og þið aðeins að brjóta odd og aflaþykkar beggja megin borðs og reyna að ná einhverjum samningum og friði það hvaða mikilvægu mál og stóru mál þið afgreiðið áður en þið farið út í kosningabaráttu. Jú, endilega ef það er hægt. Slíkt samkomulag, viljinn til þess að ná slíkri niðurstöðu, hann á sér einhverju ytri mörk og þegar við erum komin út fyrir það, það er það sem pólitíkin á þingi snýst svo oft að menn er að reyna að toga yfir línuna, þar sem að hvar eru þolmörkin. En það er kannski ekki alveg komið að þessu. En við þurfum, ég meina, ég vil ekki gera lítið úr þessu ástandi þó ég telji það sé alveg
að það sé alveg einhlítt að þetta sé góð niðurstaða hjá okkur. Þá ætla ég ekki að gera lítið úr því að þetta eru erfiðar aðstæður. Það eru miklar tilfinningar í spilinu. Já, það eru miklar tilfinningar í spilinu og þetta er áskorun fyrir nýja ríkisstjórn. Ég segi við minn þingflokk, þetta verður ekkert dans á rósum. Ég er ekkert að halda því fram. Ég horfist alveg í augu við þessa stöðu, þetta ástand sem hefur skapast hér í vikunni. En ég tel að þetta sé besta leiðin að vinna út úr því að gera það af einhverju festu, hleypa ekki öllu hér í uppnám, fylgja eftir góðum stefnumálum sem að skila árangri. Og ég hef svolítið verið að hugsa það, hvers konar krísa er þetta sem við erum í dag? Hvers konar krísa er þetta? Teygir hún sig inn á efnahag heimilana? Nei. Teygir hún sig út allt í atvinnulífinu? Nei, ég sé það ekki. Það stefna ykkar gerir það, svona almennt, alveg frá sér frá þessu. Þá að tala allt annað hlut. Ég að tala þetta sem gerðist fyrir vikunni á sunnudaginn. Og ég vil bara draga það hér fram, að krísan sem var hér 2009, hún fór inn á hvert einasta heimili. Hún fór og gerði stöðu heimilanna mun verri. Skuldirnar hærri, tekjurnar verri í raun og veru út af falli krónunar. Við erum að horfa þar á hrun í atvinnustarfsemi. Atvinnuleysi. Sko, ímyndaður munin í þessu samhengi. Það sem að þarf að gerast hér er að menn þurfa að horfast í augu við það áfall sem að þjóðin varð fyrir við þessar uppljóstranir. Já. Og ég ætla bara að segja það hér að þessi gögn verða að nýtast íslenskum stjórnvöldum og í alþjóðlegu samstarfi til þess að halda áfram með þær umbætur á lögum og regluverki sem þurfa að eiga sér stað. En hver er megin munurinn á því sem upplýst varðandi þig og þetta félag sem þú komst að, varðandi íbúðakaup í Dubai og allt það? Hver er eigin munurinn á þinni stöðu og forsætisráðherrans? Því nú eru margir sem krefjast þess að þú segir að þið líka og bera ykkur bara saman og segja að þið séu í sömu stöðu. Hver er eigin munurinn á ykkur stöðu? Gott og vel, menn vilja fá svar við þessar spurningu. Ég held að það sé óhætt að segja að það sé mikill grundvallamunur á því að vera sem ráðherra ekki með neitt slíkt félag nálægt sér og það er ekki uppi nein spurningum hagsmuna árekstur af neinum toga. Ég held að það sé hægt að segja að, og nú er ég bara að lýsa minni skoðun á þessu, þegar ég horfi yfir sviðið og horfi á svona fréttir og reyna að rýna í það hvað menn að draga út úr þessu og kannski ekki síst að utan og glöggt gessaugað og allt það, þá staldra menn við það að þarna voru kröfur á slitabúin á sama tíma og ríkisstjórnin var að vinna að lausn þeirra mála. Þetta er auðvitað mikið grundvall. Finnst þér það að vera alvarlegasti hlutin í málinu? Ég held að það sé það sem hafi verið forsætisráðherranum erfiðast. Ég nú fyrst með stjórnmálaráði löngu fyrir hrun og mikið fyrst með þinginu. Það sem ég fannst hafa breyst eftir hrun er það að ég hef fyrst með stjórnmálaráði, maður sér að menn tókust á ólíkum flokkum og allt það. En menn voru ekki óvinnir á göngum þingsins og menn voru ekki óvinnir í kaffistofunni. Og ég held að þetta endurspegla ekki bara það sem er að gerast á þinginu heldur líka út í þjóðfélaginu öllu. Getur þú verið sammála mér í því að kannski það stærsta sem þarf að vinna úr hruninu núna svona seinni árum eftir hrun sé heiftin sem er í umræðinu inn á þingi og heiftin sem er í umræðinu út í samfélaginu, að þetta litla samfélag, svona nokkurs konar kardímónbær, að við erum dottin í heift og maður sér að það neistar á milli fólks í þinginu sumra einstaklinga og fólk talar ekki saman. Þetta hlýtur að vera mikil hindrun á því að það sé hægt að vinna eðlilega á Alþingi. Og þið er allir sök kannski. Ég veit ekki, ég er nú bara þannig að... Ertu sammála þessari lýsingu? Já, ég kannast við reiðina og heiftina og að hún flyst stundum úr þjóðfélagsumræðinu inn í þingsalinn. Já, ég auðvitað kannast við þetta. Ég er þannig að skapi gerður sjálfur að það þarf rosalega mikið að ganga á til þess að fara eitthvað að neista í mér og blossa upp í mér einhverja slíka tilfinningar. En þú veist að þessu inn á þingi, það eru menn sem að tala það saman. Já, en ég er búinn að vera í gegnum allan þennan tíma og frá 2003 inn á Alþingi. Og mér finnst ekki hafa verið þetta ástand sem þú ert að lýsa. Þetta hefur séð glitta í það í þessari viku. En ég hef... Ég er að meina alveg frá hruni, sko. Já, mér finnst ekki þetta andrúmsloft hafa verið nema í kringum umræður einstök mál. Jú. En hversna virðingin þá farin fyrir þinginu? Ekki þessi heift og þessi reiði og þessi óbilgirni sem þú varst að tala um. Það hefur komið upp í einstaka máli, mér vil ekki segja það. Þetta hefur maður skoðun að einstaka þingmannu sem manni finnst ganga á langt. En heilt yfir...
Ég vil nálgast þetta svona, ég meina það er rosalega áskorun að framkvæma lýðræði, þetta er ekkert einfalt og það hefur verið svakalega lífsreynsla að fara í gegnum allt þetta tímabil. En það heyrt einhvern veginn líka gagnvart þinginu, frá almenningi til þingsins og til ykkar allra þingmanna. Og gott og vel. Og virðingi fyrir þinginu er komin í gegn. Það kann að vera að þú sért að upplifa meiri heift heldur en ég gerir svona í mínu veruleika. Kannski er ég farin að venjast þessu, ég veit það ekki. En þá skulum við velta fyrir okkur, hver er lausnin? Við erum að segja í þessari ríkisstjórn að við styttum kjörtímabilið, hleypum kjósendum fyrr að kjörkössunum til þess að endurnýja umboð þingsins og ég er sammála öllum þeim sem segja gegnsæi, lýðræði, upplýsingar séu lausnin við slíkri stöðu. Ég er líka alveg sannfærður að þessi Kardimmónubær sem að þú varst að tala hann getur orðið uppfullur af gleði og hamingju og bjartsýni ef við höldum áfram að þroska samtalið og nýta allt það besta við lýðræðið, ekki kalla fram það versta. Það versta er upplausn, uppþot, stjórnleysi og svo framvegis. Það besta er stefnufesta, langtíma áætlanir, jafn og þéttur árangur. Það sem ég og mín kynslóð eigum að læra af því sem við gerst hérna á undanförnum árum er að skjótfenginn ávinningur, hann er oft ekkert byggður á góðum grunni. Að lífskjörun í Íslandi þau verða byggð upp hægt og rólega, skref fyrir skref, að sígandi lukka er best fyrir okkur Íslendinga. Þetta eru lykilskilaboðin. Ég ætla að fá að segja þér eitt í lokin, vegna þess að mér finnst það svo mikilvægt og það hefur verið erfitt að koma að í umræðinni. Það verður að vera tekið með í umræðinni hér að íslensk stjórnvöld eru búin að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi, taka hér upp nýja staðla upplýsingaskipti, gera 44 upplýsingaskiptasamninga við lágskatta og svæði og lönd og við höfum leitt í lög nýlega reglur sem að eyða meira eða minna öllum ávinningnum af því að koma sér fyrir á þessum stöðum. Þannig að íslensk stjórnvöld hafa verið að fylgjast með þessari þróun, þau eru í virku alþjóðlegu samstarfi þetta og við ætlum að halda áfram að gera það. Þess vegna finnst mér mikilvægt að upplýsingarnar komi fram og við nýtum þær til þess að gera regluverkið og lögin betri. Rétt að lokum bara 10 sekúndur. Ertu bjartsýnn á að þessi 6 mánuðir sem framundan eru hjá undir ráðuneyti Sigurðar Inga að það verður 6 mánuðir sem munu skila þjóðinni áfram? Já, þegar ég vaknaði í morgun þá leið mér þannig, ég horfði út og það var bara heiður himinn og sólin skein og þá bara fylltist ég bjartsýni og svo þegar ég sá Sigurð Inga, mér finnst hann standa sig frábærlega þessa fyrstu klukkutíma, þá er ég alveg sannfærður um að þetta kemur til með að ganga vel hjá okkur. Já, sennilega betra að hafa bjartsýnan fjármálaráðherra en svartsýnan og við skulum enda með Bjarna Benediktssyni á þessum nótum.